Það bara, ég ætla að gera mér í hugalandi að þetta tapaður svolítið svekkjandi. Þið leiði heil lengi og svo bara einhvern veginn dettur botninn úr þessu. Hvernig upplifðu þú þetta svona beint eftir leik? Þetta er vont. Þessu pirrar. Við töpum þessu eiginlega bara. Við komum smá rönn á okkur og við bökkum aðeins frá og hættum ekkert að ýta á það áfram. Svo kemur einhver kjaftaði dómur hérna, olla mig í magann. Ég ekki að ég sé að væla eitthvað. En það er galið að ég ekki að skoða þessa leiki hérna því að við erum bottlið, skilur, þetta er bara galið. Því að þetta er bara breyttur leikur, 2 skot og okkar bolti. Þannig ég er ekki að segja að það sé leikur en þetta er galið. En við bara vorum ekki nógu góðir. Við tek svona Ármann síðustu vikur og kannski síðustu umfyrir fyrir jól. Þetta er svona kannski liðið sem við erum með núna. Þau væntanlega hefði viljað bara byrja svona í hausti eða ekki? Það er ekki svona pínu tilfinningin? Jó, klárlega sko. Við erum búin að vera að þroskast og verða betri og betri hérna með leiknum og við erum búin að yfir alla leikir mútið KR sem eru að gegja lið og frábær mannskapur. Þetta hefði verið til að byrja þetta svona en svona er þetta. 32 stig frá þér í kvöld og þú verðist fá bara hellings svona, hvað ég segja, svona ábyrgð og hérna, þú ert maðurinn í þessu lið einhvern veginn, er ekki, þú veist, þráttur svona töp, er ekki gaman að fá þessa ábyrgð? Jó, ég læri mikið á þessu og það er ástæðan okkur í kominu, það þroskast sem leikmaður og mér finnst ég bara vera að gera ágætlega. Reyna að treysta mér og ég er náttúrulega að reyna bara að gera allt til að vinna leikinn, en stundum er það ekki nóg. Kæra þakkir Bragi og gangi ykkur vel með framhaldið. Takk fyrir.